Jæja, velkomin í Sibbaspjall, þó ég sé nú ekki Sibbi. Nei, já, takk fyrir það. Heyrðu, Ívar, þú ert búinn að vera ansi lengi í görnum maður. Árnum með hvað er þetta í hjálpunni á þér? Ég bara hef ekki talið það, sko. Ég byrjaði sem aðstoðarþjálfari meistaraflokks kvenna með Óla Raps heitnum. Já, ok. Þá held ég hafi bara verið rétt byrjaðar í meistaraflokki. Það hafi verið bara einhvern 19 ára og þá var ég aðstoðarmaður hans þar og það var svona byrjunin á meistaraflokksþjálfun. Já, vá, bara 19 ára byrjaði. Já, og svo þjálfaði ég einhverja yngri flokka í Haugum og eitthvað þess en svo fyrsta þjálfunin var í Hólminum. Og svo fór ég upp á Skaga og svo í IS og svo bara hjá Haugum. Okay. Og svo núna Breiðablik. Þú ert svona, já, þú hefur verið talsvert lengi á Haugum og skiptir í Breiðablik. Hvað hefur verið það lengi án ákvæmst að halda yfir lækinn eins og sem myndi segja? Ég var búinn að vera þar í einhver 8 ár í röð, þar af 5,5 ár með meistaraflokk kalla. Telur þið sem Haukamann? Ég er uppalinn Haukamaður, þannig að auðvitað er ég Haukamaður, já. Þarna, og hvernig líst þér þá á, eins og segir, þú þjálfaði það með Ólafi heitnum og núna er komin þessi glæsilega nýja aðstæða þarna. Bara svona, það var loksins að spila núna ár eftir bekk. Það er ekki alltaf svona súrsætt einhvern veginn að halda þér að haga og þá einmitt svona loksins að spila þessu flotta sal. Já, ég æfði maður fyrra aðeins og æfði maður eins og ég allar veturinn fyrra en auðvitað var það svona, mér langaði að vera, draumurinn var að spila þetta fyrra en því miður þá náðist ekki fjármagn í það að setja inn palla en það sem betur fyrir komið en ég náði ekki. Ég var nefnilega fyrsti þjálfari sem þjálfaði líka í hinum gamla salnum. Þegar við fórum þangað þá þjálfaði ég líka meistaraflokkinn. Ok, þannig bara þú ert vanur því að víja salinn? Já, ég náttúrulega náði ekki að víja Ólafssalinn beint en ég náttúrulega, við vígðum hann í síðasta vetur samt sem áður með því að vera svona að æfa í honum en hann er svona formlega vígður núna í vetur. Já, ætlarðu að mæta á fyrsta leikinn ef þú ert ekki með leik á sama tíma? Já, við erum ekki með leik en ég er með æfingu í Smáranum eitthvað 9 og ég kom að horfa á fyrri hálfleik og farið svo að horfa á seinni hálfleik hjá strákurum í Breiðablik. Það skiptir svona aðeins niður. Algjörlega. En hvernig kom þessi svona þessi, ég veit ekki alveg hvað kalla það svona, þetta rússíbanaferð svona einhvern veginn í byrjun sumars. Þú tekur við hjá Breiðablik sem yfirþjálfari og svona með drengjaflokkinn og líka með núna sem er meistaraflokk kvenna sem stóð til að í fyrstu deild. Já. Og svo skyndir það bara breytast forsendur. Já, það er svona. Hvernig kom þetta fyrir þér? Já, ég meina, náttúrulega þegar það komið forsendur það að vera í efstu deild þá náttúrulega vorum við tilbúin að stíga það skref og við teljum að við hefum gert rétt með því núna en auðvitað breytti þetta þessum plönum. Ég var ekki með þetta inn í þessum plönum hjá mér en þetta er bara gott mál og ég er hérna með drengja- og unglingasflokk og svo aðstoða aðeins við 10. flokk drengja svona í þessum efnilegu flokkum hérna hjá Breiðablik. Þannig að það er nóg að gera? Já, það er samt eiginlega svona minna að gera hjá mig núna heldur en búið að vera síðust ár og þannig að þetta er bara fínt og þetta er það mesta vinnan er núna og svona eins og þegar þetta komið í fasta skorði þá verður þetta svona aðeins rólegra en auðvitað þessi galli við þetta að maður er öll kvöld og allar helgar. Já. Maður er meira frí á daginn en svona maður er öll kvöld og allar helgar. Maður er þó samt að sinna því sem maður er nú mest gaman af ennþá. Já, maður er löngu hættur. Verður þreyttur á íþróttinni? Já, auðvitað verður maður stundum þreyttur eins og örugglega öllum öðrum vinnum og þú veist, þetta er bara vinna sem maður er að vinna og maður tekur það og tekur það eins og venjulega vinnu og þegar maður er heima á daginn þá liggur maður bara í tölvu og er að kötta og undirbúa æfingar Þannig að þú veist, þó að maður sitja heima, þetta er þannig vinna að maður situr þú alltaf heima og er alltaf á að pæla og alltaf að hugsa og reyna að gera eitthvað og koma með eitthvað og finna eitthvað lausnir. Og þetta er erfitt að vera þá svona, erfitt að gíra sig í vinnunni? Já, þetta er eiginlega bara, þetta er svona, þú veist, þetta er rosa álag. Ég man bara eftir því í sumar núna, þetta var í fyrsta skipti sem ég fór í smá frí í sumar þar sem að
þá var ég ekki búinn að semja við Blika á þeim tíma og var nýhættur í Haukum og þetta fyrsta fríi sem ég fyrir í án þess að hafa neinar áhyggjur af neinum. Ef maður fyrir sumarfrí þá var maður alltaf að það þarf að semja við þessa leikmenn, við erum að fara að undirbúa kanna, hvað er í gangi, hvaða leikmenn höfum við og allt svona. Þannig að maður er stöðugt, í vinnunni, í þessari vinnu. En það var svona fyrsta sumarið eða fríi sem var bara í nokkur mörg ár sem ég fekk bara ekki, þurfti ekki einu sinni að líta á tölvu eða maila eða neitt og það var rosalega þægilegt og það kom endur lífgæðu tilbaka. Já, þetta var eiginlega samt orðið þannig maður var að pæla í hvort að maður ætti að halda áfram eða hætta og ég var ekki alveg ég var ekki alveg viss. Hvað var það sem að heillaði þá við Breiðablik? Já, bara það eru mjög efnilegi flokkar hérna og Pétur er hérna líka og við höfum unnið vel saman og hjá Haukum og við þekkjumst vel og ég var til í að vera þar og vera að starfa með honum aðeins og svona í kringum hann og vera líka í þessum flokkum og því þannig að og svo bætist þessi meistaraflokkur kvenna við og það er bara gaman að því og þannig að ég held að maður hefði fengið svona löggurinn aftur. Já, það var gott að heyra en eins og kom aðeins breyttu skyndilega þessar forsendur og þá þarf að fara svona að skipta eins og gýrarna í meistaraflokki kvenna þá eru þið á þessum tíma þegar búin að missa Söllu Bjarnadóttur og svo kemur Sanja Árasovits yfir til KR. Hvernig leit þetta út framan af og hvernig líst þér núna á hópinn sem þú ert komið með? Það leit kannski ekki neitt rosalega vel út í byrjun og við vorum eiginlega bara með bakverði og ekki fjölmenn hóp og við tókum inn stelpurnar í stúlknaflokki sem hafa staðið sig bara vel og er allar að koma til en það er fyrsta skipti í meistaraflokki og það vantar auðvitað upp á reynslu og gæði hjá þeim en þær hafa verið duglegar og hlusta og vilja læra og þannig að það hefur hjálpað okkur mikið en svona gæðarlega séð og vantar okkur kannski svona breiðari hóp en þetta hefur samt verið að batna núna bara með hverju vikunni hjá okkur og auðvitað ég veist að Sólili hefði aldrei farið ef hún hefði vitað að liðið eru uppi og það hefði verið mjög gott að hafa hana. Ég leita því ekkert, það er fínt að hafa hana og svo er Ísabella meidd og hún byrjar svo ekki fyrir í janúar og það er stórt skarð. Já, algjörlega, en það sást bara á liðinu í fyrra. Já, þannig að það er svona, auðvitað vantar okkur svona viss svona kjarna frá Breiðabliksstúlkurnar inn í Sólili og Ísabellu. Þá er ég líka að tala að þær eru Breiðablikstelpur og þess vegna hefði verið mjög gott að hafa þær og það þarf að byggja upp á heimalingum og en eins og ég segi við búumst við Ísabellu jólin og vonandi kemur bara Sólili aftur einhvern tímann, hvað sem er á þessu tímabili eða næsta tímabili eða þarnæsta eða hvenær sem er og þannig að ég trú eitt af mínu hlutum sem er líka að koma inn og reyna að búa til eitthvað hefð og búa til eitthvað eins og við gerðum í Haukum. Já. Og reyna að gera þetta að úrvalsdeildarlið bæði kvenna og karlalið. Já, þetta Breiðablik segir það vantar nokkra heimalinga í þetta lið og Breiðablik hefur svona aðeins gegnum árin hreinlega verið þekktur að vera dálítið málaliða lið. Það eru svo margir svona aðkomumenn sem koma inn og koma svo að fara. Getur við talað eins þessa svona stóru pósta sem er að koma inn? Björk Gunnarsson vantarlega er áfram og Telma Lind er áfram og allar þær svona Suðurnesjabíurnar vera með. En hvernig til dæmis er hópurinn bara fullgildur og flottur núna? Myndirðu geta bætt einhverju við? Já, ég veit ekki, það geta allir bætt við. Það held ég að sé ekki launum. Það eru öll lið sem geta bætt við. Meira sem að maður segir besta liðið í dag og stáltið að langt undan öðrum liðum með mínum að þetta er Valur og ég veist að þær getur líka bætt við. Þannig að þú getur alltaf bætt við og auðvitað getur við bætt við. Við erum ekkert að fara bæta henni við í augnablikinu. Þetta er bara það lið sem við erum með í höndunum og við erum bara að vinna með það. Já. Og okkar svona, náttúrulega markmið er bara, eins og ég sagði, gera þetta úrvalsdeildarliði og þá hlýtur meginmarkmiðið að vera haldið sér uppi. Já, algjörlega. Og svo sjáum við bara til hverju hvað sigur að skila í lokin en við erum ekkert að fara að setja neina pressu á liðið það að virkna úrslitakeppni en held ég að það væri alltaf stórt skref í byrjun. En er það erfitt að ætla að halda liðinu uppi? Hvaða lið sérðu sem svona helstu andstæðingi ykkar ef við erum ekki að hugsa að fara í úrslitakeppni, hvaða lið þurfum við að vinna og komast upp fyrir til þess að halda ykkur á falli? Ég held að deildinni eftir að svona kannski þrískiptast aldrei.
Ég held að það séu 2 lið sem eru best og það held ég að Valur séu bestar og svo koma KR þar á eftir. Og svo koma 2 lið að mínum mati þar á eftir, það þá Haukar og Keflavík. Við sáum nú hvernig Keflvíkingarnir lágu á móti Val í meistarana. Og svo held ég að það komi 4 lið þar á eftir. Sem að munu berjast og munu reyta stig á hvort öðru og svo stela einu sigur á móti hinum 4. Allt í lagi. Alltaf mun þá heimavöllurinn, þetta vígi sem að Smárinn var á tímabili, að meðan blikastelpurnar voru uppi, mun það standa fyrir sínu? Vonandi, við ætlum að reyna að gera það. Við þurfum að vinna réttu leikina og við þurfum að vinna allavega þessi 4 lið á heimavölli og svo að reyna að stela útisigurum og þannig að við erum að byrja á mjög erfiðum útileik á móti Snæfell og það bara leikur sem við verðum að reyna að stela og taka og allavega sýna að við séum komnir til þess að leggja okkur fram og bæta okkur. Alltaf. Hvernig svona með þessu breytta sniði þar sem það eru núna fleiri útlendingar í deildinni en hafa verið áður. Hvernig finnst þér sú þróun? Er erfiðara að skáta lið og meta hvað styrkleika liða út frá þessum nýju óþekktu störfum? Já, náttúrulega erfiðara núna út af því að það eru margir nýju leikmenn og maður veit ekkert hvernig þeir eru og hvað styrkleikar eru. Þú vissi þetta, þeir voru bara einn kanni. Þannig að þá var ekkert sem kom á óvart og þetta líka skemmtilega við að maður fer svona það margt sem kemur óvart en móti kemur líka að ég veist með 3 eða 4 útlendinga og kannski 2 eru ekki nógu góðir og þá ertu heldur ekkert rosalega góðum málum sko. En jú, auðvitað er þetta miklu erfiðara og svo plús það að þessi mót sem oft hafa verið að þau eru ekki oft til staðar og þá sér maður minna af leikjum og þannig að maður ofta svona kannski bara fyrstu umferðina, núna Stöð 2 að taka upp alla leiki. Þannig að við fáum alla leiki bara strax eftir, þannig ég held strax eftir fyrstu umferðina og þá getum við undirbúið okkur miklu betur. En svona fyrstu umferðin gæti orðið dálítið strembina því maður veit ekki alveg nákvæmlega þó að maður sé með einhverju upplýsingar og einhver vídeo og eitthvað slúðist, þá er það bara æfingarleikjum. Þannig að maður rennur dálítið blint í sjóinn í fyrstu umferðinu. Alveg rétt, það er mjög erfitt að bera þessi æfingarleiki saman við deildina þegar hann loksins byrjar, en þá svona þessi þrír bikarar sem í boði núna eftir meistarana, deildarbikarinn, Geysisbikarinn og svo að lokum Íslandsmeistarabikarinn. Hvernig sér það fyrir? Hvaða lið heldur að taka þessa bikara? Já, eins og staðan í dag, þá eru Valslið sterkast. Geta þið sópað þessu öllu aldrei? Já, það gerir það ekki það fyrir það. Það gerir það fyrir það. Ekki deildarmeistaratitilinn það, jú það tók hann líka. Tóku þrennuna? Það tóku þrennuna, þannig að menn þurfa ekki að vera hissa en það á margt eftir að breytast en eins og staðin í dag eru það líklegast til þess að taka bara þrennuna og ég held að það lið sem með helinu verði bara alltaf líklegt til þess að vinna þrennu Er það bara aftur MVP og allt svo leiðis í gangi á henni? Já, ég meina þó svo hún verði ekkert MVP eða eitthvað annað þá hún bara og gerir svo marga hluti vel og þannig að eins og þegar hún fer í Val þá voru Valsmenn í vandræðum og þar voru ekki að vinna og þeim gekk illa þráttur að vera með fína mannskap. Algjörlega. Og ég meina hún kemur bara inn og þá breytist liðið bara leið og þannig að hún gerir svo marga hluti og þannig að það langlíklegast. KR styrkast með Hildi og hún bara leikmaður. Já, hún og þannig að KR-ingandi það hlýtur að vera pressa á KR, þeir eru að sitja töluvert í þetta núna og ég hef mikið trú að KR-ingar setti sig annað en að ná í allavega einhver titil, þannig að Keflvíkingar eru bara meitútlendingar og það er alltaf stóla sína heimamenn eins og það hafa verið að gera og það eru með flott starf og þannig að það er í gangi saman með Haukarna, það er fullt af flotti leikmenn þar og það eru með mjög marga leikmenn og svo er spurning hvað það er svo gott að vera með 12 leikmenn sem allir vilja spila til Ég meina í svona leik sem er með 28 leiki, í svona deild sem er 28 leiki, það getur verið gott að gefa með djúpan hóp. Já, það skiptir máli, en það er bara spurning hvað leikmenn settir sig við, hvort þeir settir sig við að vera 10-15 mínútur og getur verið öðru liðum fyrir meira. Þetta er bara spurning hvað leikmenn vilja gera. Já, við skiljum.
Þarna, svona lokum eitthvað sem við eigum eftir að fara yfir, eitthvað sérstakur leikur sem þú ert að horfa til eða eitthvað sem hlakkar til þess að sjá í deildinni í ár? Bara næsti leikur. Það leikur á morgun og ég ekki farin að hugsa neitt annan leik heldur en þann leik, sko. Ég man ekki eins og við með leikum við 2. Nei, ekki. Maður byrjar að hugsa hann þegar maður keyrir heim frá Hólminum á morgun. Það er bara vínt, alltaf í vinnunni. Já, en það bara fyrsti leikur og við þurfum að koma tilbúinir í þann leik og það ljóst að við þurfum að eiga góðan leik til þess að ná í sigur og við þurfum að leggja okkur fram. Við erum með, eins og þú fórst yfir á, við erum með alveg góða Íslendinga í ástistinum og við erum með Björkarn og Telmu og Þórdísi og svo 2 útlendinga og svo erum við með 2 blika hérna líka sem geta gert hluti eins og Eyrún og Hafrún. Algjörlega. Og svo erum við búin að styrkja okkur með Fanny. Já. Hvernig kom það til? Töluðu þið við hana eða bara komið? Já, við heyrðum í henni hljóðið og hún var alveg tilbúin að æfa okkur strax. En hún ekki komið langt, sko, hún ekki búin að æfa lengi, hún spilaði ekkert í fyrra og meiddist og fekk höfuðhögg og heilarýsting. Þannig að hún góð núna en hún, eins og ég segi, þetta náttúrulega miklu erfiðara þegar þú ert komið með fjölskyldur og báðir foreldrar eru í körfuboltavelli. Annar í hver að gera og þannig að auðvitað eru þessi vandamál og við þurfum bara að vinna með því og gera það. En hún styrkir hópinn en hún þarf að komast aðeins í betra spilgír og form og... Það verður hún í byrjunarliðinu á morgun? Nei, hún verður ekki í byrjunarliðinu á morgun en hún meiddist aðeins á æfingu í gær og ég vonast til að hún verði með en það verður bara komið ljós á morgun. En hún ekki búin að æfa það mikið að hún komin inn í byrjunarlið, það skilur. Þannig að sem betur fer þá erum við með lið sem við þurfum ekki mann sem kemur inn bara og fyrir beint í byrjunarlið. Það heppilegt að það er þannig. Erum við ekki bara óska þér góðs gengis þá bara í leiknum á morgun og bara takk fyrir þetta? Já, takk fyrir. Já.